Það er gert þetta hlýtur að vera svona viss vonbrigði að tapa þessu leik úr því svona sem komið var. Já, þetta er bara svekkilsi. Mér fannst við vera svona með yfirhöndina, heilt yfir alla leikinn, sköpum held í fleiri færi. Það er svona mín fyrstu upplifun eftir þetta og auðvitað greiðlega svekkjandi að komast yfir og missa leikinn niður. Og hvað þá úr þessum mörkum sem fengum á okkur, það var svona einhvern veginn eftir fyrirgjafir og eitthvað svona sem mér fannst við eiga höndla aðeins betur. Ef þetta voru þetta svona mörk, hvað bara svona þreyta sem orsakar svona mörk eða? Ég veit það ekki. Þetta eru náttúrulega alltaf einhver moment og kannski rauð mistaka eins og maður segja í mörkum. En ég þarf bara að sjá þau aftur til þess að geta kommentað á það hvort þetta sé eitthvað þreytumerki eða ekki. Þið fengu líka nóg að færum, ekki viss vonbrigði líka að ná ekki að skora fleiri en eitt með færin sem þið fengu? Jú, alveg svakalega. Á öðru degi þá hefðum við getað skorað 5-6 mörk leið mér sko, en bara props á Selfoss, þeir bara spilaðu leika agaðan og vel og bara eins og þeir hafa gert í allt sumar. Þannig að þetta var bara þeirra identity, við sem myndi spila svona og þeir eru transition lið og þeir náðu að nýta sér það í dag því miður. Þetta er svona jákvætt samt að þetta er kannski góð reynsla fyrir sérstaklega ungu leikmenn að fá að spila þetta úrslitaleik á Laugardalsvelli. Já, algjörlega og bara partur að læra eitthvað. Þetta er bara, ef eitthvað tímabil í hnotskurn þá er það þessi leikur. Svona það sem mann fannst heilt yfir við að vera sterkari og svona eiga meira skil en við fengum en menn þurfa bara að taka það jákvæð úr þessu ef eitthvað er hægt og reyna að bæta sig fyrir næsta tímabil. Því það er svo sannarlega mikið sem býr í þessum hóp. Alveg ungir drengir sem eiga framtíðina fyrir sér og ég er bara stoltur af þeim í dag og þetta svekktur en gríðarlega stoltur af þeim. Svona framtíð þín hjá KFA er eitthvað vitað? Nei, þú veist, tæknilega séð er ég með áframhaldandi samning sem leikmaður en það er vilji að beggja hálfu og samtalið byrjað með það að halda áfram þannig að en fókusið var náttúrulega bara þessu leik og svo er bara sest niður og klára það hvernig sem það fer núna. Takk hérlega. Takk.